lausn á ójöfnu þegar við erum að leysa ójöfnur. Og þá verðum við yfirleitt að láta okkur nægja að skoða þetta í rauntölunum því að tvinntölurnar raðast ekki svo glatt. X stærri en 3, það er ójafna. Og lausnamengi hennar allar tölur sem eru stærri en 3. Og samkvæmt því sem við vorum að lesa áðan, þá það opna hálflínan sem táknuð svona. Allar tölur frá 3 og upp úr og 3 ekki með. Sjáum það á svigasetningunni. Svigin settur svona, 3 ekki með. Og svo ef við erum að skoða lausn á ójöfnu sem að lítur kannski svona út. X plus y stærri en 0. Og getur alveg hort á þetta sem svæði. Ég teikna svona mynd. X plus y jafnt og 0. Það línan y jafnt og mínus 6. Y jafnt og mínus 6 svona lína einhvern veginn. Ef þetta nú kannski x ás og þetta y ás. Og þá þægilegt að hugsa þessu ójöfnu svona. Þetta eru allar tölur sem eru þannig að summa þeirra má líta á sem tvend hérna megin við þessa línu. Og þetta línan y jafnt og mínus x. Til dæmis þessi hérna punktur, þetta gæti verið 5,1. Hann uppfyllir ójöfnuna. 5 plus 1 stærri en 0. Þetta var 5,1 en punktur sem lægi hérna, kannski hérna. Mínus 10,-1, þá summan neikvæð. Og punktar sem liggja akkurát á líninu ekki með heldur. Til dæmis 1 til hægri og 1 niður. Þá fáum við 1 plus mínus 1 sem 0. Þetta bara myndræn framsetning af ójöfnu. Svo fáum við næstu viku. Þá lærum við að láta GeoGebru sjá þetta og teikna þetta fyrir okkur. Nema hvað, þau x mynda mengi allra talna sem að uppfylla ójöfnu, köllum við lausnarmengi ójöfnunnar. Svo hérna bara tilbúið orð, öfugsnúna goggareglan. Ef a minna en b, þá það nákvæmlega sama fullyrðing og mínus a stærri en mínus b. Og maður bara setur þetta svona fyrir sig á mynd og við skoðum þetta strangt til tekið áðan. Hérna a og hérna b. Þá mínus a hérna megin við 0 og b hérna mínus b. A minna en b, og horfum bara á þetta hér. Þá mínus b minna en mínus a. Snýst við. Og við getum líka hugsað þetta hreinlega svona. Getum við sér hérna, ef a 1 og b 2. Hvað ef við leggjum, við skulum fyrst segja þetta svona fram, þó það sé ekki alveg rétt. Ef við færum 2 yfir á vinstri hlið og 1 yfir á hægri hlið, þá fáum við mínus 2 minna heldur en mínus 1. Og svo getum við lesið þetta náttúrulega í þess átt. Mínus 1 þá stærra heldur en mínus 2. Mínus 1 þá stærra heldur en mínus 2. Þetta alveg allt saman jafngilt. Og hér verið að segja frá þessu almennt. Svona. Og þetta jafnan sem við vorum að skoða áðan. Við markverðum í gegnum ójöfnu með mínus tölu þá snúast goggarnir við. Og það sem maður á að segja hér að við leggjum mínus 2 við báðar hlíðar eða ekki. Mínus 2 hér plus mínus 2 hér og síðan leggjum við mínus 1 við báðar hlíðar. Svona. Þó svo við segjum þetta orðið, við færum 2 yfir á vinstri hlið. Og þá verður hann að mínus. Annars sem að gerast bara minni á þetta. Ófrúmlega sagt að ójöfnu snúist við, ójöfnu fyrirgefið að goggurinn snúist við þegar margkvæðar í gegn með mínus 1. Við skulum það að sjá. Hérna ég með 1 og 2. Hérna setja ég upp röðunin á þeim. Og ef margkvæðar í gegn með mínus 1, þess að síðust ójöfnu, þá fær mínus 1 stærra heldur en mínus 2. Þetta bara til þæginda. Sem sagt, goggurinn snúist við þegar margkvæðar í gegn með mínus 1. Ná maður bara eftir þessu þegar margkvæðar í gegn ójöfnu,
mínustölu, þá snýst goggurinn við. Og þess vegna er þetta nú stundum kallað öfugsnúna goggareglan. Ef við rennum bara aðeins yfir ójöfnur, þegar við erum að leysa ójöfnur þessari gerð hér, þá er svarið vonandi alveg augljóst. X verður að vera stærra en 9 og má ekki vera minna en 9. Þetta þýðir að finna á nákvæmlega þau X í mengi rauntalna eða þær rauntölur sem uppfylla ójöfnuna. Og við setjum þá, við bætum 4 við hér og bætum 4 við hér, hægra megin líka, og stendur þetta bara þannig að þýðir að aðeins ef X er stærri en 9 þá er gefin ójöfna uppfyllt og annars ekki. Og svo prófa að setja inn eitthvað. X sem er stærri en 9. Þetta er X. Og þetta er eitthvað X sem er stærri en 9. Þá getur ég sett þennan gogg. Stærri en goggurinn. Þá fáum við 9 mínus 4 sem er 5. Þannig að stendur X mínus 4 er stærri en 5. X mínus 4 er strangt stærri en 5. Komið. Og svo er þetta bara orðfæri. Hér höfum við ójöfnu. 2 plus X er minna en 1. Og þó að maður segi, sjá að ég skrif ekki mengi, en það er engin slaufa hérna, og ég segi þetta, hefur lausnar mengið X er minna en mínus 1. Við getum líka sagt lausnar bilið. Þá getum við táknað svona samkvæmt því sem við erum að gera á þann. Þetta hérna þýðir þetta hér. Það er að segja, þetta hérna mengi, mínus 1 já, svona lítið út. Hvað er þetta? Jó, X er rauntala. Hvaða rauntölur? Allar rauntölur. Þannig að, þetta er allar rauntölur sem hafa þann eiginleika að X er minna en mínus 1. Við segjum oft bara lausna mengi þegar við skrifum svona. X er minna en mínus 1 búið. Eða þessi hér, ójafnan mínus 2X er stærra eða jafnt og 1. Hvernig leysi ég það? Þegar við að skoða bara hérna á blaðinu. Skulum hafa bara hérna reyðan. Mínus 2X er stærra eða jafnt og 1. Við viljum að gefa svarið á endanum þannig að X standi vinstra megin, svo höfum við viðmiðun eða gogg, minna en eða stærra en. Og við skulum bara byrja á því að margfalda gegn með mínus 1. Þá fáum við 2X goggurinn snýst við. Það er snúna goggareglan. Svona. Og svo deilum við með jákvæðu tölunni 2. Það er allt í lagi. Bara deilum, þá snýst goggurinn ekki við. Þá X er minna eða jafnt og mínus 1. Á móti 2. Það er bara X er minna eða jafnt og. Og svo getum við léttilega teikna mynd af því. Hérna er rauntalna línan. Skulum segja að hér sé talan mínus hálfur og svo getum við táknað þetta kannski svona. Hálfur má vera með og allar tölur sem eru minni en mínus hálfur ætla að segja, ekki hálfur heldur mínus hálfur. Svona. Og þetta er líka táknað svona. Að skrifa L fyrir lausnamengi er, þá þarf ég að nota slaufu og segja X er rauntala. Hvaða rauntala? Jú, þannig að þetta gildir. Ef við áttum okkur bara að muna því að oft við þurfum að skrifa eitthvað svona, þá er undirliggjandi hugmyndum mengi eða hálflínur eða bil. Og hvernig leysum við þetta hér? Það er ýmsar leiðir til þess, það þarf ekkert endilega að gera eins og sýnt er hérna. En við skulum bara renna í gegnum þetta saman. Hér er ójöfnan gefin og hér er sagt frá, deilum í gegn með mínus 2 og goggurinn snýst á við. Og við höfum þá næst þetta hér. 1 mínus 2x minna eða jafnt og 3, goggurinn snýst við, mínus 3 aðrir fíntir. Svo færum við 1 yfir jafnaðarmerkið, það breytist ekkert við það. Þá höfum við að mínus 2x er jafnt og mínus 5 aðrir. Deilum í gegn með mínus 2 og goggurinn snýst við. X er þá minna jafnt og 5 fjórðu. Og hér skrifum við lausnamengi sem bil. Nú þetta fall þekkjum við líka, formerkisfallið, og er mikilvægt fall. Og
þegar við horfum á tölu, segjum -7 og við beitum formerkisfallinu á hana, þá spyrum við, ef við segjum signum, SGN af -7, þá erum við bara að veiða formerkið, það er mínus, og svo setjum við -1. Og signum af 8 er +1, signum af 0 er 0. Það er þessi 3 gildi sem koma til greina. Þannig að við ætlum að teikna mynd af því, það er að segja fallrit formerkisfallsins, að aðeins ef að x er 0, þá fáum við 0. Ef að x er stærri en 0, þá fáum við 1. Ef að x er í alvörunni minna en 0, en eitthvað tala, þá fáum við -1. Svona. Og í Adamsbókinni er þetta gert svona. Signumfallið er skilgreint svona. Eina sem er að því, SGN af x, ef það er skilgreint svona, tölugildið af x á móti x, það mætti þá líka gera þetta svona, er það ekki? X stilt með tölugildin af x, það gefur alveg það sama. En við getum ekki sett x jafnt og 0 inn í þessa. Þannig ef að við ætlum að teikna þetta hérna fall, x á móti tölugildin af x, að þá fáum við megum ekki fara hingað, annars fáum við alltaf 1 og við megum ekki fara í 0, x jafnt og 0. En það ekki, skoðum til dæmis hvað er SGN af -7. Við notum formúluna. Jú, það er -7 deilt með tölugildinu af -7. Það er jú -7 deilt með 7, sem er jú -1. Þá að tala -7 nú hérna kannski, þá er signum af því. Hérna, þessi hæð, -1 og 1. Yndir. En þetta er þá formerkisfallið. Það hefur fallið sem lítur svona og skoðum þetta bara í MATLAB. Þá er að skrifa SIGN, signum, og ef við skoðum 3, þá fáum við 1 af því að þetta er jákvæðtala. Ef við setjum -4 inn, þá fáum við -1 af því þetta er neikvæðtala. Ef við setjum 0 inn, þá fáum við 0. Þannig að MATLAB notar þessa hérna útgáfu. Það er bara harðkóðað. Hvað það ef við margföldum tölur saman, hvað er signum af x sinnum y, hvað er signum af margfeldi? Það er ekkert erfitt að komast að því, við þurfum að skoða þessi 4 tilvik. Að þessi hérna regla, signum af margfeldi er SGNX sinnum SGNY. Það er að segja, má ég segja bara strax, ef ég veit formerkið á x og ég veit formerkið á y, má ég bara margfalda formerkið saman, og það er auðvitað. Eða á ég margfalda tölurnar fyrst og skoða formerkið, síðan, og svarið er já. Og svo sannar maður þetta með því að skoða alla möguleika. Svona. Og þá, er það ekki, fyrsti möguleiki, ef x er stærri en 0 og y er stærri en 0, hvað er vinstri hliðin? Þá er SGN af x sinnum y, það er signum af plústölu, og þá er signum af vinstri hliðinni +1. Og skoðum síðan hægri hliðina, þá höfum við signum af x, það er +1, og svo signum af y, það er líka +1, það er það +1 sinnum +1 sem er +1, og er vinstri hlið sama hægri hlið, svarið er já. Svo skoða maður næsta möguleika x er til dæmis minna en 0 og svona stærri en 0, verður vinstri hlið og hægri hlið alveg eins, já. Og svo skoða maður kannski næsta möguleika, x er -2 og y er -2, og skoða vinstri hlið og hægri hlið og berði þeim saman, svarið er já, og á lokum að x er stærri en 0 og y er minni en 0. Gildir þessi regla alltaf, og svarið er já. Þá erum við komin að því að leysa ójöfnur, og hún lítur svona út. X í öðru, -4x + 3 er stærri en 0. Við erum ekki neinu vandræði með þetta ef það er jafnt og 0. Við finnum 0 stöðurnar, hvað sem það er svo sem liggja.
og við sjáum að forystustuðullin er jákvæður, þannig að kannski liggur þessi fleipur einhvern veginn svona. Og við höfum að finna fyrir hvaða x varpast hérna í jákvæðargreinar. Það er það vinstra megin við núllstöð og hægra megin við núllstöð. Þannig að við skulum skoða þetta aðeins saman, af því að leið og við erum búin að þátta, hérna, þá sjáum við að önnur rótin er 1 og hin er, já, það er nokkrar svona villur. Önnur rótin er 3 og hin er 1. Þessar tvær tölur ákvarða 3 bil. Hérna bil og þetta hérna bil. Lausnamengið er þá sammengi tveggja sundurlegra bila. Sjáum að allar tölur upp að 1 mátti 1 vera með. Sjáum, nei, það er ekki stærra jafnt og heldur strangt stærra. Og síðan allar tölur stærri en 3. Og við höfum að segja það er þetta samhengi, það er það hérna og þetta hérna. Ef við horfum bara á mynd. Þannig að lausnarmengið er allar tölur upp að 1 má ekki vera með, eða allar tölur stærri en 3. Það má bara ekki vera hérna, það má bara ekki vera hér. Og svo þurfum við að rökstyðja þetta með reikningum. Svona er þetta gert, vonandi hafið öll séð þetta áður, að maður smíða sér formerkjatöflu fyrir, ef maður aðeins bara skýra út hvernig hún er sett upp, þá gerir ég þetta allavega alltaf svona að ég raða rótunum upp. Ég raða rótunum upp hér í línu og ég stærðaraða rótunum. 1 var minni rótin og 3 er stærri rótin, svo geta það verið mikið fleiri. Svo skrifa ég hér línulegu þættina og hér x mínus 1, x mínus 1 er línulegi þátturinn sem að hefur núllstöð 1. Þetta verður sem sagt 0 ef 1. Þannig að þessi og þessi passa saman og síðan þessi og þessi passa saman, þar að segja x mínus 3. Af því að nú er svo auðvelt að reikna út, þá veit ég fæ 0 hér, því ég býr mig til svona hornalínur, og 0 hér. Og allar tölur sem eru minni en 1, gefum við þá mínus hérna, og svo plús alls þar á eftir. Svo tek ég seinni og ég fæ, ef við setjum tölu hér í seinni línuna, til dæmis 3,1, þá fæ ég plústölu, 2,9 liggur hérna megin við, svona. Þegar margvægt þessi, hérna 2 saman fæ ég plústölu, mínusinu mínus er plús. Akkurat ef x er 1, þá fæ ég 0 og mínus 1 úr þessum þáttum. Annar er 0. Svo hér líka, akkurat ef x er 3, þá fæ ég plústölu hér úr þessum þætti og 0 úr þessum þætti. Þannig að þetta er 0. Þannig að hér á milli 1 og 3, þessu bili, þá fæ ég plústala sinnum mínustala. Af hverju þetta hér? Jú, þetta er formúlan, það er bara búið að þáttana. Þannig að maður getur lesið strax út að ég á að taka þessar tölur, allar tölur sem eru minni en 1 og allar tölur sem eru stærri en 1, því að ég á að fá út jákvæð tölur. Ég á að finna hvað þau fyllir þessu jákvæð. Ef það hefur verið beðið að finna út x jöfn mínus 4x pluss 3 minna en 0, þá hefði þetta hérna orðið lausnamengið. Já. Hvenær fáum við að borða það? Já. Eru þið svöng? Er að líða því? Já. Ég setti nú fyrirlesturinn til 12. Við getum nú bara hætt 11:50. Já, það er blóð. Er mötunettið opið? Vitið þið það? Já. Já. Heldur betur. Flott. En ef við þá ekki bara taka eitt dæmi saman, þetta er það sem þið byrja að gera strax í vikunni þegar að leysa ójöfnur. Það er fínt að spjalla sig í gegnum 1-2 dæmi og segja það svo gott. Endilega. Og svo eftir hádegi þá höfum við bara svona opið fyrir spjall. Þið ætlið að rifja bara upp hvernig þið notið ofilíf og lesið kafla 1 sjálf.